Samvinna og verkaskipting skiptir miklu máli í landbúnaði og gerði það ekki síst hérna áður fyrr, en þá var oftar en ekki að ræða eins konar fjölskyldufyrirtæki. Búgrein hvers sveitaheimilis var lífsviðurværi og lífæð þess og reksturinn gekk ekki upp nema að öll fjölskyldan, ungir sem aldnir, konur jafnt sem karlar, lagðu sitt af mörkum. Allir höfðu sitt hlutverk í stóru fyrirtæki. Þegar ég var 18 ára þá flytti ég bara á Dal, þar sem ég rann upp inn í Möðruvelli og 63 þá tók við systkini við búskapnum sem sé. Höfðlega kemur svo ráðskona 65 í Möðruvelli og þá tókum við saman og fórum að búa og byrjuðum þá að búa þarna í félagsbúi með 6 systkinum. 86 þá var félagsbúi lagt af sem var þarna og við tökum bara við sauðfénu og erum með 1/3 á jörðinni og búum bara við sauðfé eftir það frá 86 til 2002 þá jörðin bara seld í heilu lagi. Og kom aldrei neitt til greina hjá ykkur annað en að verða bændur? Nei, ég held ekki. Þið rifjað aðeins upp verkaskiptinguna, hvað svona kynjaskiptingu var þar? Ég held ekki, ég var alveg upp maður bara tekið þátt í öllu, maður var í inniverkum og alls konar smattaverkum og svo maður í heiskap og í fjárhúsunum og mjólka í kýr ef það þurfti og svona maður svona í öllu. Og mamma gekk alltaf að slætti meira og minna með orðulega og rakaði og batt bakka og bara bakka á bakkinn og gerði hvað sem var eftir. Maður lærði að slá og raka og mjólka og skilja og strokka og hlaupa eftir fé upp í heiði og Þú lærðir að strokka og lærðir að mjólka og þvott af konunum á bænum. Heldur að það hafi haft áhrif á þig? Ég veit svo mikið alveg hvað áhrif það hafði mér. Það er eitt til sem fólk talar að það er beðið eftir ég verða fullorðið. Ég man aldrei eftir ég verið neitt að hugsa það að verða fullorðið. Beðið neitt eftir því. Ég fannst bara maður alltaf að vinna einhver verk og mér fannst bara alltaf að maður verið að gera eitthvað gagn. Ég var aldrei bara við það að það væri eitthvað munur þannig á þó að þessi svona verkaskipting væri, þá var það ekki fyrir það að það væri einhver munur á konum og körlum held ég. Ég held að fólk fara mikið sá mér sem hefur aldrei verið í sveit. En nú er ekki hægt að koma börnum í sveit fyrir þá sem eru í Kaupstað, því að nú er ekki tekjuleikur börn í sveit. Þetta var öðruvísi meðan allt var unnið heima og það var engar vélar sem þurfti að hræðast og annað slíkt. Ég held ef menn skoðu bæði sveitina og allt annað þá hefur menn haft svona frá meira að segja og vita fleiri hluti. Það er gaman að rifja upp góðar minningar og þeir eru margir sem hafa góða sögu að segja það að alast upp í sveit. Við hittum hressa tvíbura í Mývatnssveit sem búa í sveit og fengum að fylgja þeim einn kaldan dag í aprílmánuði. Núna er klukkan 8:05 og skólabíllinn að renna í hlað. Nú þarf að drífa sig. Við megum ekki verða of sein. Nei, góðan daginn, já. Góðan daginn. Góðan daginn. Förum í skólarútuna, förum í skólan 8:30. Svo er skólinn búinn 10 mínútur yfir 3. Við förum svo til Akureyrar á skíðaæfingu strax eftir skóla og æfingin byrjar klukkan 5. Svo er hún búinn klukkan 7. Svo fáum við okkur að borða eftir æfingu og svo komum við heim og hjálpum mömmu að taka upp rúgbrauðið. Þegar við komum úr skíðunum þá förum við alltaf í sófa og steinsofnum heila stundum. Ég var bara búinn að því. En viljið þið leggja þetta á ykkur að fara eins og alla leið til Akureyrar? Er það þess virði? Já, það er mjög gaman að fara á skíðaæfingar og æfa. Svo hjálpið þið mömmu með rúgbrauðið. Já. Finnst ykkur það ekkert mál? Af hverju gerið þið það? Þið fáið nú eitthvað fyrir það, eða ekki? Jú, við förum til dæmis til Austurríkis núna næsta ári.
Þannig að peningarnir fyrir rúgbrauðið fara í skíðaferð. Já. Framundan langur dagur hjá strákunum. Skóli, skíðaæfing á Akureyri og svo rúgbrauðsgerð með mömmu og pabba í kvöld. Já. Er þetta eitthvað sem þið hafið gert bara alla tíð að búa til rúgbrauð? Nei, móðir mín gerði þetta fyrst. Gerði rúgbrauðsheldi og ég tók við fyrir, hvað, ekki 4 ár síðan ég fór að baka. Þú leggur á þig tölvöra ferð til þess að klára þennan bakstur. Já, þetta er bakað í jarðhitasvæðinu í Bjarnarflagi. Hver að baka rúgbrauð? Er það betra en Mig. Er þið sammála því, strákar? Já. Þú segist vera svona gamaldags sveitakona. Hvað þýðir það? Heyrðu, við erum svona hobbybændur og ég nýti allt sem kemur þaðan frá. Ég geri kæfur og við gerum hangi álegg og náttúrulega slátrið. Er þetta ekki með þetta á hreinu? Jú, þetta er að koma. Okay. Þið hljótið að vera búin að læra þetta uppskrift. Hvað gerir þið þá? Yfir sumartímann gerum við þetta á hverjum degi og stundum 2 á dag. Ég finnst þetta svona. Jú. Þið hefur kannski aldrei gert þetta áður á þess að tala með hann. Það er bara skýr verkaskipting. Þetta er eiginlega þannig að hann kemur yfirleitt ekki nálægt þessu nema að ég sé ekki heima. En strákar, eru þið ekkert að hjálpa til? Jú. Ég hjálpa honum oftast þegar mamma er ekki heima. Já. En þið kannski komast ekki það þegar hún er að baka? Ég held alltaf við ferdunar. Já, það er svolítið mál Það var, á sömurinn þá var ég að baka áður en ég fór í vinnuna og ég baki í fernum, mjólkurfernum og þær vildu velta alltaf til og frá þegar maður var að setja degið onni. Og þá þurfti náttúrulega að garga upp og byrja einn að koma að hjálpa til að halda við. Og það var ekkert alltaf vinsælt. Þannig að þessi í smíðunum í vetur, þá kom þessi allt í einu með þetta heim. Mamma, nú þarf enginn að halda við ferðunar hjá það lengur. Þú setur þetta bara yfir viktina og ferðunar standa hérna í þessu. Þannig að þetta er bara staðgengið ykkar. Þessi ætlaði ekki að vakna 8 klukkan 7 á mótana, það var á hreinu. En hvernig með svona búskapinn? Eru þið eitthvað að sjá hann? Þegar pabbi er ekki heima þá fyrir við alltaf að gefa kindunum. Já. Fyrir hann og stundum fyrir með honum á kvöldin. En er þetta eitthvað sem þið ætlaði að gera? Já. Ég ætla kannski að vera smiður eins og hann. Eða kannski að vera bóndi eða eitthvað. Þannig að þið lítið kannski aðeins upp til þeirra? Já. Nú fara strákarnir með skólabíl á hverjum einasta mótni, já, ekkert svo langa leið, en þó tölvuna spotta. Finnst ykkur þetta aldrei of mikið? Við náttúrulega, og þeir þekki eitt annað og það þeir fara hér út í rútu og við erum það heppin að við erum á byrjunarreit, þannig að hún kemur hér alveg heima á húsi og snýr við. Og þeir eru í rútunni svona 20-25 mínútur í skólan. Ég meina maður býr hér og það eru kostir og gallar. Það bara að hafa það heitar þá? Nei. Það er greinilega hverju yfirkokkur hérna og hverju aðstoð. Það er alveg greinilegt. Hvað er skemmtilegasta sem þið gerið, strákar, svona hérna í sveitinni, svona sem tengist sveitinu og sveitalífið? Fara út á snjósleða og renna sér. Ekki nokkað skítinn, en það er kindunum. Jú. Sérlega skemmtilegt. Við sumarinn fórum finnst bara gaman að bíða eftir þegar lömbin koma og leika svo í lömbin. En þið eru að æfa skíði. Hvernig farið það því? Þið þurfið ofta að keyra tölvuna spotta. Hvar æfið þið skíði? Akureyri. Var það ekkert mál? Nei, ég er rosa. Við förum 2-3 viku og þetta er klukkutími að keyra inn eftir. Æfingarnir eru milli 5 og 7 virka daga og þannig að þeir eru búin í skólanum rúmlega 3 og þá næ ég í þá og beint inn eftir, borða næsti á leiðinni og
við erum að koma heim svona 8:30 á kvöldin. En almáttugur hvað maður nýtur þess að vera með þeim meðan þetta er. Félagslega hliðin, þegar þú býrð í sveit, þá náttúrulega þetta er ekki nema 35 krakkar hérna í skólanum. Þau eru 4 í bekknum þeirra. Þannig að þú velur ekkert úr félögum til að leika við. En þarna eignast þeir vini til lífstíðar, af því þeir kynnast á þessu. Sæl. Rólegur eins minn. Þetta kemur það svo. Þetta er góður. Má ekki líta af þér. En þá komið að þeim í ferlinu. Já, nú komið að þið. Þessi grunnur sem þeir fá í svona sveitaskóla eins og hér og bara það að búa í sveit, að hæstu í sveit. Hvernig heldur að hann búið á undir bara framtíðina? Heldur að það sé betra eða verra en annað? Sumt er betra, sumt er verra. Ég held að sé nú meiri kostir heldur en hitt. Þetta sem við erum að gera hérna með rúgbrauði til dæmis. Skíðin þau kosta og okkur finnst ekkert skemmtilegra en að fara til útlanda í fjölskylduferð á skíði. Og við erum búin að ná því 2 sinnum. Og það er þessi hérna? Það er þessi hérna. Þetta er skíðagrísinn, þannig að peningurinn fyrir rúgbrauðið. Við náðum að fara til Ítalíu saman og fyrir 4 mánuðum síðan og 2 mánuðum síðan fórum við til Bandaríkjanna. En þetta lítur að vera svolítið kortning, er það ekki? Já. Jú. Hann er nú frekar léttur núna, strákar. Já, veturinn er að klárast. Þurfa að fara að baka meira brauð. Já. En eitthvað finnst gott að búa í sveitinni. Já. Þið eru búin að pakka öllu í... Já, nú þarf bara að fara að... Nú setjum við þetta í brauðhólurnar í bjarnaflæði. Hefur ekki bara drífa okkur með... Skella okkur í það, hólurnar. Og með brauðið. Já, rúgbrauðið er komið í ferdurnar og þá þarf að keyra það á baksturstað. Brauðin eru 24 klukkustundir að bakast neðanjarðar, þannig að þetta brauð verður passlega tilbúið þegar fjölskyldan kemur og setur næsta brauð niður. Smám saman fyllist sparibaukurinn. Hvert ætli fjölskyldan fari í skíðaferð næst?